Komið sæl. Ég heiti Þóra Þóris og ég myndlistarmaður. Ég stofnaði fyrirtækið Urta Íslandika fyrir 10 árum. Það var í kjölfar bankarhrunsins. Ég eins og margir aðrir, ég hélt að landið væri að fara að lokast og hafði áhyggjur af því hvort það yrði til matur í búðunum. Hvað við myndum gera með umbúðir og annað. En mestar áhyggjur hafði af því hvar við myndum finna vítamín og steinefni í nærumhverfinu. Svo ég fór að lesa mig til jurtir, eiginleika þeirra og hvernig fólk gerði þetta í gamla daga. Landið lokaðist ekki, en ég söðlaði og byrjaði með fyrirtæki í kjallaranum heima. Þar settum við upp litla verslun og byrjuðum að gera tilraunir með jurtir, ber, þara og íslenskt salt. Við erum að selja vörurnar okkar í fjölmörgum verslunum í dag, en okkur langaði alltaf að gera eitthvað meira úr sjó. Okkur langaði að gera eitthvað meira en matarsalt. Okkur langaði til að vinna steinefnin úr sjónum í baðvörur eða í einhverja heilsuvörur. Og þess vegna ákváðum við að flytja eða koma okkur upp nýju vinnsluhúsnæði í Keflavík þar sem við getum borað hólu, sjóborhólu og fengið ferskan sjó til að vinna úr eitthvað skemmtilegt, eitthvað nýtt. Við hönnuðum húsið þannig að það væri í því verslun og við gætum tekið á móti hópum og að það væri að sjá inn í framleiðsluna. Því einn af hornsteinum fyrirtækisins er að við viljum að það sé gegnsæi í öllum ferlum og öllum vörum sem við framleiðum. Nú, þarna erum við að bora. Borum 55 metra ofan í hraunið og upp kom ískaldur sjór. Við sendum hann erlendis í efnagreiningu og hann kom bara, fékk hann tandurhreinn og er vottaður hæfur til manneldis. Við segjum stundum að hann hafi komið upp með heilbrigðisvottorðið með sér. Nú við tók rannsóknir og þróunarvinna því að fyrsta verkefnið var að finna út hvernig við eigum að aðskilja söltin frá vatninu. Og þegar við erum ná tökum á því, þá fyrst áttum við okkur á því að sjórinn er rúmlega 96% vatn og aukaafurðin hreint og bragðgott, steinefnaríkt vatn. Það var ekki hægt að láta hella þessu niður. Hugmyndin að sjótavatninu var fædd. Og það var bara, nú förum við í drykkjaframleiðslu. Nú, steinefnaríkt vatn, hvað við erum á Íslandi og eins og sagt er með hreina lindavatnið okkar, en við hugsaum að steinefnavatnið gæti verið valkostur við hreina íslenska vatnið, sem er svo hreint að það er á pari við eimað vatn. Íslenska vatnið okkar er svo hreint að það er ekki nein steinefni í því, eða nánast engin. Okkar vatn sem er búið til sjó, það inniheldur þau steinefnir sem eru í sjónum. Og þótt ótrúlegt sé að þá eru steinefnasamsetningin í sjónum samskonar á steinefnasamsetningin í blóði okkar. Og í sjónum og sjódrykkjónum okkar eru yfir 70 steinefni og snefilefni. Sum í örlitlu magni en ekki síður mikilvæg heldur en þau sem við þurfum í stærri stíl. Við lítum á sjódrykkina og sjósódavatnið sem handverksdrykk. Þar sem að saga, áferð, kolsýrumagn, bragð og hugmyndafræði skiptir jafn miklu máli og varan sjálf. Ein stærsta áskorun sem við stóðum frammi fyrir voru umbúðamálin. Við erum með einfalda reglu, við notum ekki einnota plastumbúðir og við ákváðum eina leiðin væri að tappa vatninu á margnota glerflöskur. Við ætlum að koma þessu vatni í verslanir í sumarlok og taka á móti glerumbúðunum tilbaka þegar
og endurnýta. Við eigum eftir að finna leiðir með það. Þetta teymið mitt. Það fjölskyldan sem stendur að fyrirtækinu. Maðurinn minn, hann sér framleiðslu, stjórn og tæknimál. Og ég fyrir bara tilbaka. Framleiðslumál og tæknimál. Dóttir okkar, hún sér umsjón með hönnun og markaðssetningu. Og strákarnir okkar, þeir sjá verkfræðiþáttinn og að setja upp átöppunarlínuna. Við ætlum að koma vatninu í lífstílsverslanir og heilsuverslanir, en við ætlum líka að bjóða upp á heimsendingaþjónustu og áskriftarleiðir, allavega til að byrja með, en þannig getum við tekið umbúðirnar tilbaka. Já. Við ætlum bara að bjóða okkur að smakka vatnið, þeir sem ekki búin að því, koma og spyrja okkur spurninga, og því að endingu hægt að segja það að sjórinn, hann upphaf alls lífs. Takk fyrir.